Systir, ég hef alltaf haft hugmyndina hvernig það. Það sagt að við munum hafa nýjan heiminn og nýja jörð, og að hafið sé úr kristalli, og að það muni verða ný bústaður, og að Guð muni setja okkur í nýja bústaði. Ef þetta efnislíkama verður hér eftir og hið andlega fer út, hver þá hugmyndin með við að hafa bústað og að við munum hafa starf og koma inn í hina eilífina til að halda áfram að vinna? En vinnan þar hinum megin, í eilífinni, mjög létt. Við vinnan hér, sem menn, sem efni sem við erum, þvinguð vinna, erfið, þung, þreytandi, vinna sem stundum lætur okkur þjást, lætur okkur gráta. Jæja, við þreytumst við Guð gerði það sem refsingu. Munið að Drottinn refsaði Adam fyrir óhlýðnina. Hann refsaði honum og sagði, nú verður þú að vinna harðlega, og með svita ennis þíns munt þú eignast allt, það að segja, á mjög erfiðan hátt. Þannig að matinn munt þú ekki finna svo auðveldlega og svo einfaldlega, heldur verður vinnan mjög erfið vegna refsingarinnar. Það ekki? Vegna syndar hans. En við, þegar við erum hjá Drottni, eins og þegar talað hér nýjan heiminn og nýja jörð, munum við hafa okkar starf, en það verður ekki lengur erfitt, ekki svitandi, heldur verður það andlegt starf, þar sem við verðum öll eins og englarnir, en við munum hafa verk okkar og hlutverk, eins og segir í Opinberunarbókinni og eins og maður lest þetta í Sálmum. Svo, ný heiminin og nýja jörðin, það eitthvað sem við erum þegar að upplifa. Þegar við komum á þennan stað, þegar Guð talaði við okkur í fyrsta sinn í spádómi, þá talaði Guð við okkur. Því ég tel að allir ykkar sem eru hér voru sannfærðir af spádóminum, og þess vegna héldu þið áfram. Svo, hvað fundu þið í þeirri fyrstu spádóm? Þið fundu gleði, það ekki? Þið fundu ánægju, funduð eins og andi ykkar yrði endurnærður, eins og byrði sálarinnar væri létt, eins og sorgin fengi að víkja, eins og þið byrjuðu að fá von, nýja löngun til að halda áfram að lifa. Þið hafi von að einhver muni leysa vandamál ykkar, að einhver hlusti á ykkur, að einhver lofi ykkur frið, hamingju og lausn á öllum málum, og þetta hafið þið fengið hér, hafið staðið fast hér og treyst þessari almáttugu Guð, sem ekki efni, en sem lætur sál okkar finna eitthvað svo dásamlegt og fagurt að það ólýsanlegt. Þá erum við byrjuð að lifa nýjum himni. Himni, við að við í Drottni lifum eins og í þeim himni og erum hamingjusöm. Þrátt fyrir að við höfum vandamál, þrengingar, skort, já, erfiðleika á einhverjum tímapunkti, þá gleðst samt hjarta okkar, sál okkar, vegna þess að við erum að vona á einhvern. Maður segir, ég hef vandamál, það eru sjúkdómar, slys, þörf, það ekkert starf, það eru skuldir, en ég fer í kirkjuna til að sjá hvað Guð segir við mig, hvað heilagur andi segir við mig, þannig höfum við þessa von. Sú von veldur við að við finnum frið, að við finnum traust og gleði yfir við að sjá að einhver ætlar að hjálpa okkur að leysa úr málunum, einhver ætlar að koma okkur til aðstóðar. Og það verður ekki mannvera, heldur hinn æðsti. Svo, við. Þetta fyrir okkur þegar að lifa himni, að byrja að lifa í himni, að upplifa dálítið af hamingju, lífsánægju. Við margir vildu fremja sjálfsvík, vildu deyja. Þegar þeir komu hingað og Guð talaði við þá, gaf Guð þeim nýtt lífsandan og löngun til að lifa. Þá hverfur löngunin til að deyja og viðkomandi vill lifa fyrir Guð, vill lifa fyrir þeim fyrirheitum sem Guð hefur gefið honum. Þetta eins og nýr heiminn, upphaf nýs heimins og nýrrar jarðar. Einnig í Sálmum, þegar við lesum að Guð hafi margar bústaði fyrir fylgjendur sína, og Drottinn Jesús sagði líka við postulana að hann færi og myndi undirbúa þeim heimili. Þannig það satt. Systirin spyr hvernig við munum njóta ef við ætlum ekki að hafa efnislegan líkama. Já, við munum njóta meira en nú þegar, af við núna erum við efnisleg. Nú njótum við aðeins, en á bakvið hvaða ánægju eða nytsemi sem fylgir oft erfið stund sem fær okkur til að gráta, angist og biturð. Ekkert fullkomið, en með Guði allt fullkomið. Þar verðum við, samkvæmt Opinberunarbókinni verður borg, og hofið Guð okkar. Eina sem segir að þar verði ekki lengur sól né tungl, því Guð mun vera allt í okkur. Það það sem postulinn Jóhannes sá í þeim opinberunum og sýnum sem Guð sýndi honum í Opinberunarbókinni. Hann segir frá með orðum sínum,
Þó hann segi að margt hafi hann ekki getað skilið við að mörg hlutana voru himneskt mál sem hann gat ekki túlkað eða kennt okkur. Þannig urðu eftir margir hlutir sem við skiljum ekki. En í rauninni er best að lifa með Guði, og ef Biblían segir það, þá mun svo verða. Við, eins og við lásum í Sálmi 119, veitum og efnum orðið, dóma Guðs, reglurnar, boðorðin, sem er allt sama. Ef við göngum á þeim vegi sem er, þá hefur Guð þar bústað fyrir okkur. Hann hefur fallegt, fagurt starf handa okkur til að halda áfram að vinna. Guð hefur fyrir okkur fullkomna hamingju. Við munum vera hjá Drottni. Svo ef hér, þegar heilagur andi birtist, þegar Guð uppfyllir fyrirheit, fyllumst við svo mikilli gleði og hamingju. Hvernig verður þá að lifa með Guði? Það er spurningin. Systirinn segir að henni finnist það ekki sérlega yndislegt að þurfa að halda áfram að vinna. Þar þarf vissulega að halda áfram að vinna, en án tárana, án sorgar, heldur með hreinni hamingju og hreinni gleði. Og auk þess munum við fljúga, því ég held að við munum ekki einu sinni ganga, heldur munum við fljúga, því eins og við verðum þar, munum við vera andar. Persónleiki okkar mun aldrei tapast. Við búum í líkama af holdi og beinum. En persónleiki okkar, hugsunin, hugarfarið, allt það sem við erum, hjá anda okkar, ekki í líkamanum, ekki í efni. Efni verður eftir, en við verðum áfram eðlileg, venjuleg vera, eina mun vera sú að við höfum ekki líkama, við erum eingöngu andi. Svo, líklega, segi ég, munum við fljúga þar og þurfum ekki að ganga. Þá verður allt einfaldara. En hamingjan hjá Guði okkar er það mikilvægasta sem við munum eignast. Því hér, þegar heilagur andi talar, þegar manneskja er fyllt af anda Guðs, finnur hún gleði og hamingju. Og ég man að ég hef beðið fyrir fólki í heiminum, fyrir þekktum persónum. Ég hef haft tækifæri til að biðja fyrir sumum slíkra, til dæmis fyrrverandi forsetum lýðveldisins. Ég hef beðið fyrir þeim og gefið þeim spádóma, og þeir segja, ég fann hamingju, ég fann frið, þannig lýsa þeir við. Þeir segja, ég fann frið, frið í mér. Og hvaða hamingju ég fann? Já, mér var mjög glatt, segir slíkt fólk. Ef fólk finnur þetta við spádóm frá heilugum anda, hvernig verður þá að lifa með Guði? Hversu margir munu vera hjá Drottni? Við öll stefnum að við og óskum að lifa með Guði og halda áfram. Þarf að halda áfram til enda. Þarf að halda áfram þar til dauðadagurinn. Þarf að halda áfram á þessum vegi Drottins. Enginn þarf að þreytast eða leiðast og segja, æ, ég er orðinn þreyttur á því að fara í kirkju. Ég fer frekar út í heiminn til að njóta, hvað? Hvað er hægt að njóta í heiminum? Ekkert. Svo nei. Verið hugrökk. Verum hugrökkt. Og höldum áfram til enda. Drottinn býður okkar þarna með kórónu lífsins.